Jæja, gott fólk og til hamingju með daginn, konur. Það gaman að sjá hvað margir hér sem endranær. Sé að þetta svín virkar þegar maður bætir alltaf aftan með hann á húsrúm Leifir í auglýsingunum. Þá fara menn að keppast við að reyna að sprengja hér starfstofuna eða skrifstofuna. En bara verið þið velkomin og það margt að vera hér í Fljótsdalnum í dag og skemmtileg, ég ætla bara að benda það strax á að það eru skemmtileg erindi örugglega inn í óbyggðasetur og eftir klukkan 4 undir yfirskriftinni konur í óbyggðum. Þannig ef menn hafa meiri tíma til þess að gefa sér hér í Fljótsdalnum þá erum að gera renna þangað líka. En hérna hjá okkur þá erum við svona venju með þetta konundagserindi og við streymum því líka að venju þannig að það nær til enn fleiri þeirra sem eru hér í dag. Og það Steinunn Kristinsdóttir sem er komin. Það er ekkert langt síðan við vorum að hlusta á henni hérna í haust sko, en það var allt annað og meðan við áhugan sem var á því þegar Magnús á Sveinsstöðum kom hérna í nóvember á þeim morðmálum að þá sá ég að það væri náttúrulega alveg forkastanlegt ef ég myndi ekki hleypa Steinunni til að koma og tala hér líka um morðmál. En svo sem hún var nú líka alltaf á leiðinni með að koma og segja frá bókinu sinni, Dauðadómurinn, sem kom út fyrir jólin og hefur vakið töluverða athygli. Og hér í dag þá ætlar hún svona að taka svolítið yfirferð á henni og flétta aðeins við svartfugl og svo eru alls konar nýja, nú bara segja mér frá okkur nýja á leiðinni núna, þannig að við höfum örugglega eftir að fá hér eitthvað óvænt bara í dag. En hún kallar gaf þessu titili Svartfugl og sjöundármál og er náttúrulega sjálf eiginlega þarna frá söguslóðum, þannig að þetta stendur henni nærri. En við bara skulum fara að bjóða Steinunni bara hjartalega velkomna og eiga hér notalega stund sem að vera svona kannski klukkutími eða rúmlega það og svo komum við nokkra bækur líka til að geta seltir sem áttu eftir að nálgast hana og síðan er opið í kaffi hér líka eftir fyrirlestur. Gjörðu svo vel, Steinunn. Takk fyrir. Takk fyrir, Skúli. Það er mikill heiður fyrir mig að fá að eyða konudeginum hér á þessum stað og komið öll sæl og blessuð og gaman að sjá hvað eru mörg komin. Já, Skúli Björn sagði mér það, svona uppistaðan í því sem ég ætla að fjalla í dag er þessi bók mín, Dauðadómurinn. Og þið þekkið það örugglega öll vel í henni fjalla ég sjöundarmálin svokölluðum. Skúli fór nú aðeins yfir þetta og þið sem hafið lesið Svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson að það þar fjallar Gunnar þessi mál. Þetta er náttúrulega skáldsaga, hann skáldar. Ég ætla aðeins að koma inn á það líka og hann gerði líka margar merkilegar uppgötvanir. En bókin hans er náttúrulega eins og ég veit ekki, ég ætla bara að láta sem að ég er búin að lesa þessa bók margoft og það vita örugglega bókmenntafræðingar hér fleiri með bókin en ég, en eins og þið vitið þá aðal sögupersóna séra Eyjólfur í Sauðlauksdal sem kom að réttarhöldunum hérna yfir Steinunni og Bjarna frá Sjöundá. En já, ég ætla að fjalla semst við bókina en ég ætla að enda þetta erindi mitt í dag á að lesa stuttan kafla sem er Steinunni. Þetta er svona í tilefni konudagsins að lesum hana kafla þar sem hún kemur fyrir. En annars er bókin Bjarna frá Sjöundá, sem hefur verið kenndur við Sjöundá og það er þannig ákveðið að láta hann bara segja frá í fyrstu persónu. Bókin byrjar bara ég heiti Bjarni og svo segir hann frá og allt frá því hún endar á aftökunni. Hann var tekinn af lífi 4. október 1805 í Kristiansand í Noregi og bókin endar þar. En ég ætlaði einmitt og ég fer nú kannski aðeins betur við það, en það er þannig að eins og Skúli sagði þá er ég frá Barðaströnd, ég meira að segja á Lögheimili núna, ég er mjög ánægð með það, ég flutta aftur en Barðstrendingur, og ég bara bæði Svartfugl bókin eftir Gunnar
og þetta mál hefur mjög lifað með okkur í fjölskyldunni og ég heiti Steinunn sem ég skilst að sé nú bara nafnið hennar Steinunnar og ég er frá Breiðalæk á Barðaströnd sem er bær út úr Haga. Pabbi hafði alltaf mikla samúð með þeim á Sjöundá og mér finnst alltaf að maður keyrir eitthvað, hér faldi Bjarni sig og hér var Bjarni og eitthvað svona, þetta var ofboðslega samúð, alveg eins og Gunnar Gunnarsson lætur sér Eyjólf vera með. En ég ætlaði reyndar aðeins að segja, ég veit ekki hvort þið voruð á fyrirlestri Magnúsar Illugastaðamáli, það eru margir sem að rugla þessum málum saman. En ég ætla bara aðeins að rifja það upp, Illugastaðamálin eru sem sagt þau mál þegar Natal Ketilsson var drepinn á Illugastöðum, þetta er í Húnaþingi, og Agnes og Friðrik hérna voru dæmd til dauða fyrir morðið, þetta kannski þekkið þið, og hérna dæmd til dauða, það var síðasta aftakan á Íslandi 1830, Agnes og Friðrik hálsvökun við Þrístappa við Ávastaðshólum í Húnaþingi, en sjöundarmálin, þau eru mál eða atburði sem að tengja Sjöunda á Rauðasandi, að það sem sagt búa þar tvenn hjón, þetta er sem tvíbýlt, þau eru búa í sama húsi þar, það eru Steinunn og Jón, og Bjarni og Guðrún, og ég ætla nú líka að taka fram Steinunn var farstrendingur eins og ég, hún var frá Auðnum í Kjálkafirði en hinn voru öll úr Rauðasandshreppi, fædd í Sauðbæjarsól. En það gerist þarna árið 1802, sko Bjarni og Guðrún hefðu búið á ýmsum stöðum á Barðaströnd frá því giftu sig um 1781, Bjarni var fæddur 1761 og eignuðust 4 börn. Og síðan flytja þau á Sjöunda á 1794 og síðan það 1801 sem að Steinunn og Jón, þau hefðu líka verið að flæða, þetta eru sömu hjáleiðarnir sem að þetta er fólk að lágum stigum, flytja á fartugum og þetta, og þau áttu 6 börn og þau flytja á Sjöunda og það er tvíbýlt þarna. En síðan er alveg augljóst að Bjarni og Steinunn eru farin að draga sig saman og Jón sérstaklega fer sveitina og líka Guðrún kona Bjarna, Jón sem maður Steinunn er að kvart undan þessum samdrætti þeirra og það er greinilega mjög erfitt þarna sambýlið þarna á þessum bæ, þarna sérstaklega þennan vetur 1801-1802 og þetta er mjög harður vetur, maður kallar klaki held ég þessi vetur og svo gerist það að Jón var talinn hafa verið alltaf út í skor. Ég veit ekki hvað ég þekki til hann, ég var á svona Breiðabekkurkorti hérna af Barðaströnd og Rauðasandi, en Skorahlíðar er á milli Barðastrandar, það er Signarshlíðar og Skorahlíðar á milli Barðastrandar og Rauðasands. Og að það var bær í Skor, hann var reyndar í Eyði þarna á þessum tíma, en hann og Bjarni áttu hey í Skor. Og það er talið að Jón hafi farið inn í Skor, segja maður, frá Sjöundá að sækja hey og kemur ekki tilbaka. Og það fara svona kjaftasögur þetta stað það hvort að Bjarni hefði drepið hann og það eru byrjað svona kjaftasögur held ég mjög snemma, en síðan það þannig að Guðrún kona Bjarna, hún deyr á Hvítasunnu og hún var búin að vera mikill sjúklingur, hún var líka búin að fara á bæinn og kvart undan því að undan þessum meinta samdrætti Steinunnar og Bjarna og þá fara svona kjaftasögurnar fyrir alvöru á flug að þau hefðu drepið maka sína og mér finnst þetta svolítið merkilegt af því að það er oft sagt að þau ekki geta skilið en það er ekki sagt af því að fólk skildi á þessum tíma líka. Meira að segja foreldrar Bjarna voru fráskilin, en svo gerist það að líkið af Jóni finnst á Rauðasandi og á svokölluðu Bjarnanesi sem er hérna ofan við Bæjavaðalinn, ég veit ekki hvað hvort þið þekkið vel til hann, það er hérna bæði Hagavallinn og Barðaströnd og svo Haukabrúnsvaðall og svo er þetta Bæjarvaðall þarna, en líkið finnst sem sagt á götuslóðinu sem liggur að Saurbæjarkirkju á Rauðasandi
þetta semst á Bjarnanesinu sem rétt í landi Kirkjuhvamms rétt þarna og það kirkjugestur sem finnur líkið og þá farið fram á það að Bjarni sé sóttur inn á 7. á Steinunn var þá farin til foreldra sinna á Barðaströnd og ég veit ekki ástæðuna fyrir því en Jón var dáinn og hún var farin með öll börnin þannig að Bjarni var einn með börnin sín og þá hann sóttur til þess að bera kennslu á líkið og í framhald af því að þá fyrirskipar Guðmundur Skeving í Haga, ég vil ekki segja sýslumaður af því hann var ekki sýslumaður heldur, hann var að leysa afa sinn af og mér finnst þetta svolítið mikilvægt atriði, ég sé að Gunnar talar Guðmundur Skeving sýslumann en hann var sem sagt ekki hann fyrirskipar að handtaka Bjarna fyrir þessi morð og Bjarni þarna tekinn til fanga ég ætla aðeins líka að segja að Guðmundur Skeving þessi sem barnabarn Davíðs Skevings í Haga sýslumanns og Davíð, það voru miklir erfiðleikar hjá Davíð, ég hef nú oft hugsað það, mætti nú skrifa sögu hans líka en þetta barnabarn hans, hann kallar í hann og biður hann að taka þetta mál að sér og hann ekki búinn að lesa lög og hann rétt rúmlega 20 og þarna sem ég finnst mjög mikilvægt í þessu og hefur ekki mikið verið talað það var búið að fá annan sýslumann að því að Davíð vildi hætta Oddur Vídalín hétan og ég búin að komast að heitir alltaf Vídalínar og Skefingar sem að ráða yfir lífi fólks og en hann bara dæmdur frá embætti þarna fyrir drykkjulæti, slagsmál og ég bara veit ekki hvað og hann dæmdur frá embætti og bara þarna í kofa í Haga Barðaströnd, sýslumannsseturinn í Haga og hann býr þar bara og ég ætla að koma aðeins að honum á eftir. Þannig að það gera hann þá að hann kallar í þetta barnabarn sitt sem að var þá í Kaupmannahöfn og hann Guðmundur Skeving frægur fyrir svall og líka og þetta nú eitt af þessum ég bara ábærandi í öllu þessu en já og þannig að já þetta sem sagt þannig sem þetta gerist og Bjarni síðan, það sem hann gerir síðan sem að enginn hefur sérstaklega mikið spáð í en Bjarni, samkvæmt amtmanni þá var Bjarni settur í háls- og fótajárn í Haga, sýslumannsseturinu í sem sagt og það til lýsingar af þessari svona dýflissu því það fleiri fangar sem hefðu verið þarna og allt það en það sem að Guðmundur gerir eftir að hann lætur handtakan það það að hann fer til Reykjavíkur og í enga erindum og hann kemur ekki tilbaka fyrir 40 dögum seinna og þetta alveg bannað samkvæmt lögum þessa tíma og Illugasstaðamálunum sem við hefum aðeins heyrt þar leið ekki vika þar til sakborningar voru yfirheyrðir og Bjarni bíður þarna í haldi í einangrun í 40 daga áður en eitthvað gert í málinu og og þannig að þið getið ímyndað ykkur hvaða áhrif það hefur haft á hann að síðan farið með hann í Sauðlauksdal og Steinunni sem hafði verið á foreldrum sínum á Barðaströnd, hún átti nú alla sína fjölskyldu þar í Sauðlauksdal. En ég tók nú eftir því að Gunnar Gunnarsson talar að það hefði svona verið að gera kaldhæðnislega lýsingar á Bjarna og Steinunni og þetta þau hafi verið prúðbúinn og eitthvað svona sko en eiginlega að búa það til og ég efast að Bjarni hafi verið í neinum fínum fötum sko eftir þessa vist þarna í 40 daga og ég bara vissum þetta að hann var mikið hraustmenni. En já og þá hefjast þessi réttarhöld í Sauðlauksdal, þessi þekktu réttarhöld og þau standi í einhverja 4 daga minni mig og það enda með því að þau játa og þarna kemur séra Eyjólfur, það sem sagt það eru 2 prestar í Saurbæjar og Sauðlauksdalssókn, þetta Sauðlauksdals prestakall og það Jón Ormsson og kapelán Eyjólfur, það sem sagt söguperson, eða sá sem að Gunnar Gunnarsson talar þarna, hann aðalpersonan í bók Svartfugl og þarna við réttarhöldin að það nokkuð ljóst að þau voru pyntuð, það mátti, það var gert alveg til 1808
og þeim haldið þarna og þau yfirheyrð. En á endanum séra Eyjólfur fenginn, þau játa ekki neitt, og á endanum séra Eyjólfur fengið til þess að tala við Bjarna einslega, og þeir eru einir saman í sólarhring, og það eftir þetta samtal sem þeir eiga, sem enginn veit hvað sneri, sem Bjarni stígur fram og játar. Og bókin, ég nú með hennar hérna Svartfugl, eina útgáfuna frá 38, að einmitt séra Eyjólfur með þetta samviskubit yfir hvernig málin fóru. Og það svo merkilegt að lesa líka, það sko svona réttarskjöl, þetta eru yfirheyslur. Málið það að spurningar í svona réttarhöldum, þær voru fyrirfram ákveðnar. Það mátti enginn tjá sig utan þess sem var spurt. Og það skráð þarna í dómabók, það dómabók skrifuð í Sauðlauksdal, þetta 1802 í nóvember, að Bjarni hafi óskað eftir að fá að tjá sig. En Guðmundur Skeving, ómenntaði maðurinn í lögum, segir, nei, það ekki samkvæmt lögum. Þannig að Bjarni fékk ekki að tjá sig, en sem hann greinilega vildi fá að gera, en hann gat það ekki. Og það enda með því að einhverjum ástæðum játa þau, og ég ætla nú að segja í bókinni, ég læt ekkert upp það hvort að Bjarni hafi verið sekur eða saklaus, og núna þá efast ég stórlega það, og urðu nú bara nýjar vendingar í þessu máli helgina, og þannig ég ætla að segja ykkur að ég verð nú fyrst til að heyra þær hérna á eftir þetta. Hver drap hvern og hvert eitthvað drepin. En það nefnilega það sem það komið svo óvart, að það sem gerist síðan að það þarna dómabók í Sauðlauksdal, skráð bara eins og að gera, og Bjarni og Steinur eru dæmd til dauða. Þá að höggva hægri höndina á Bjarna, síðan höfuðið og höfuðið á Stjaka og búkurinn á svona steglu. Þetta var bara klassískt á þessum tíma. Það var reyndar ekki gert við Agnús, og fyrir ekki höfuðið og setja stengur, og síðan Steinun dæmd sem sagt fyrir vitorð, og hún dæmd til að hálshöggvast. En það engin rannsókn í málinu, það bara ekkert. Og það var meira að segja þannig að þegar ég kem að þessu á eftir, það var nefnilega líka þannig þegar að Guðrún deyr og þess að kjaftasögur í gangi, að þá fær Jón Ormsson í Sauðlauksdal, ég sagði Eyjólfur á með honum, það Bjarni, þá lætur hann opna kistuna Guðrúnar inn í kirkjunni, og þá athugað hvort hún hafi verið drepin. Og það sem að Jón Ormsson var nú ávittur fyrir þetta, það átti hann að kalla til kýrúrg, og margir hafa sagt mér, það var engin kýrúrg, eða þið veitir svona læknismentar, þetta kýrúrgar. Jú, það var kýrúrg fyrir vestan, og hann meira sem nefndur á nafn þegar Jón Ormsson ávittur fyrir þetta, ekki kalla hann til, að heldur að það bara bændurnir á Rauðasandi sem látnir skoða líkið og eitthvað svona. Það sama gerist þegar að líka Jóni finnst, það ekki kallað í kýrúrg eins og átt að gera, eða læknis, það var bara ég held að þessi í lögunum frá 1748, það átti með þetta að vera læknismest, og ég fann nafnið í sóknarmannatali, og það þannig, en það var ekki kallað í hann. Þannig að það ekki búið, það eru engar sannanir og það ekki neitt. Síðan það kannski, það nú svo ansi margt í þessu, það að, já, hann Guðmundur dæmir til dauða þarna fyrir morð á mökum sínum. Og það sem að þarf að gera síðan í framhaldinu að það þarf að senda dóminn til Landsyfirréttar Reykjavík til þess að staðfesta dauðadóminn. Það ekki nóg að gera í héraði, heldur Landsyfirréttur verður að staðfesta svona dóma. Þannig að Guðmundur Skeving lætur nú væntanlega skrifara sinn afrita dómabókina. Við höfum kannski bara heyrt af þessu, þetta eru rosalega miklar uppgötvanir. Þannig að hann afritar dómabókina vestur í Haga, í Sýslumannssetrinu, og síðan dómurinn og afritið væntanlega lesið yfir þeim í Haga. Þetta afritið sem sendt suður yfir Bjarna á Steinunni og staðfest sem sagt að þetta
sé dómurinn og en það sem að koma í ljós núna 220 árum síðar það að Guðmundur Scheving falsaði afritaða dómabókinni. En ber ekki saman dómabókinni og afritinu. Þannig að hann einhvern veginn hélt áfram í einhverju svona, hann var búinn að bara vanvirðingin gagnvart sakborningum, hann svakalega skilja jafnaðarna eftir í 40 daga og allt það, en svo gerir hann þetta og mig grunar að þau hafi átt að sjá því að það væri þarna munur á því hvað var sagt í Sauðlauksdal og svo aftur þarna þegar að lesa yfir þeim, þetta jólahátíðina í Haga 1802. Og Gunnar, þetta reyndar uppgötvaðist bara fyrir ári í fyrra eða svo þegar var fyrsta skipti verið að skoða dómabókina. Það var alltaf búið að gera afrit búið að skoða afritið og allt sem hefur verið skrifað sjöundamál byggir á þessu falsaða afriti. Og þetta vissi ég reyndar ekki því byrja að skrifa bókina Bjarna, en Gunnar vissi þetta. Vegna þess að hann segir í minnispunktum frá 1927 að hann uppgötvar og segir bara beinlínis það að afritið fyrir falskið. En hann náttúrulega skáld og það margt þarna sem skáldskapur í þessari góðu bók og það náttúrulega ekki eina svona með vinsælli bókum hans og mikið lesnu og hún alveg frábær en hann skáld og hann má þetta og hann ákveður semst að nota afritið, það miklu meira krassandi lýsingar þar og þar Guðmundur Scheving, eða hver ákvað þetta að búin að færa þetta í stílinn. Það var annað sem ég ætla að segja með Guðmund Scheving, sem glæpamaðurinn í þessu máli, að mínu mati, að hann líka bara strax eftir réttarhöldin, bara þegar búið að dæma þetta dauðan, þá lætur hann bjóða upp allar eigur þeirra og sem líka ofboðslega skrítið vegna þess að það ekki búið að staðfesta dóminn, það ekki búið að taka það lífi og hann bara að því hann vildi kroppa meiri pening upp í hennan kostnað sem hlusta þess að hafa Bjarna í haldi í 40 daga því þetta bara eitthvað svo fáránlega farsi og hann hefði bara getað sleppt honum þetta fyrir löngu. En þannig að hann vantaði pening og svo lætur hann það ekki duga, heldur hann fer á 7. og rænir því sem eftir þar á bænum. Og þetta vitum við að því að það var hún Arnfríður Maddama í Saurbæ sem átti 7. og hún kærir sýslumann, ekki sýslumann, Guðmund Scheving fyrir að stela öllu þarna og þess vegna vitum við þetta en Guðmundur alltaf, hann sleppur alltaf og hann eitthvað ávittur og hann ávittur fyrir þetta og hitt og svo heldur hann þetta bara áfram að því að síðan færa sýslumannsembættið að lokum og það virðist verið eins og hann hafi ætlað sér það og þannig að hann að brjóta af sér, ég held ég að láta þetta duga þetta en ég ætlaði að segja áðan að, já, þannig að ég man ekki það kom mér svo óvart að skrifa þessa bók, hvað var auðvelt að skrifa þannig að út frá þessu hvernig yfirvald fór með fólk, vegna þess að ástæðan fyrir því að mér langaði að skrifa sögu Bjarna og það var að því eins og ég segi, ég bara alin upp með eiginlega þessu fólki einhvern veginn sögu þeirra og ofboðslegri samúð með þeim og kannski að því að það birtist þessi samúð í bók Gunnars og hún var lesin þarna fyrir vestan en ég vildi að því að ég nú fornleifafræðingur og það sem hefur verið skrifað þetta mál allt skrifað út úr skjölum. Og ég er nú fornleifafræðingur og svo sagnfræðingur og fornleifafræðingur ekki mjög góð vinnur alltaf að mér finnst að það alltaf verið að taka rituðum skjölum sem einhverjum bókstaflegum sannleika. Og ég nú sjálf af almúgafólki og amma voru nú vinnumenni í Haga og barðastund lengi og svo leiguliðar sem þar var eftir og eitthvað svona og mér finnst alltaf svona almúgafólk vera svona eins og að nota nútímamál í dag smættað, aumingjavætt. Þið munið eftir ekki Spaugstofunni sem Magnús og einhverjir fyrir, ég finnst alltaf, ég alltaf nei, að þessi eitthvað svona vera að búa til einhverju svona hugmyndum fólk í sveitum að það hefur verið einhverju svona aumingjar sem eitthvað var einhverju hógri og fólk sagði mig já bara í fásininu þá þurfti bara að drepa maka sína. Já,
fásininu, að því ég var að tala nú pabba sem var alinn upp, var fæddur 1925 og alinn upp bara í mikilli fátækt, en hann upplifði þessu aldrei fátækan og aldrei óhamingjusaman og það var alltaf, já, en amma skammtaði matinn og þess vegna döðan og allt þetta, að það einhvern veginn, já, litið á það og mér finnst vera að skrifa það, þannig að mig langaði að fara út fyrir þessi rituðu skjöl og nota fornleifafræðina, nota allt sem var til ég veit ég, náttúrunni tengja og það gert mikið innan fornleifafræðina núna að hugsa meira en heldur bara við erum að taka ég þekki allar þessa leið sem Bjarni gekk, ég þekki allt ég nota þetta allt og það var til svo mikið af fornleifum og mikið af efni að mér var að fallast hendur tíma, þetta var bara eitthvað svo svakalega mikið, en mér langaði að nálgast Bjarna út frá honum sjálfum og það nú sagt að í rannsóknum að að ritunin sé rannsóknar aðferð og eins og ég segi, það kom mér svo óvart hvað þetta var auðvelt að draga fram eins og ef maður langaði að taka Bjarna, það hugmyndin var alltaf bara hjá mér að taka Bjarna, ég þekkti alltaf í kringi þetta steininu eitthvað út frá og einhvern almúamann sem var þekktur sem fólk vildi læra meira og ég ætlaði ekkert endilega að velta fyrir mér morðinu endilega, heldur bara öllum það til svo margar reyndar yfirskjöl og lýsingar á fötum sem þau í og allt þetta en eins og ég segi, svo kom mér þetta alveg óbóðslega óvart, það var bara sama hvað ég opnaði þá sá ég eitthvað bara ótrúlegt sem að kom upp úr kafinu sem ég var með, en já, ég nota líka bara eins og draugar og guð og bara allir sem að eru raunverulegir fyrir fólki, það ekkert endilega bara sýslumaðurinn eða eitthvað, heldur umhverfið bara þannig, fólk lifir með þessa drauga sem eru þarna og eitthvað svona og þannig að það kom mér svo óvart með þetta. Þannig að, já, það var þannig að þau eru dæmd til dauða í Haga jólahátíð 1802 og síðan upphefst löng bið eftir aftökunni. Steinunn átti von á barni sem fæddist 21. mars 1803 og það barn þeirra beggja en það reyndar makar eru dánir þegar þetta barn kom undir þannig að maður veit ekki alveg hvort að finna eitthvað að því og þetta sumarið og hún farin á barastund og þau bíða og enginn vill taka þau lífi og svo eru þau send í tukthúsi í Reykjavík. Þar eru þau í já, hvað þetta, tæpt ár og það til mjög nákvæmar skýrslur heilsufarsskýrslur, veit ég hvað úr tukthúsinu, hvernig fólki leið ekki hvernig leið, hvernig heilsan var og ýmislegt sem alveg ótrúlegt hvað var skrifað á þessum tíma, en alltaf yfirvöldinu eins og ég segi, og það sín yfirvöld í þessu. Og síðan ákveðið að flytja þau til aftöku í Kristiansand í Noregi, sem mjög sérstakt og þegar þau eru með tilkynnt þetta 31. ágúst 1805 og þá eru þau búin að bíða þetta og þá deyr Steinunn og hún krufin og krufningarskýrslan og birt í fyrst skipti í þessari bók og hún dó úr heilablóðfalli og sagt að þessi geðsfræðing vegna þess að hún fær að vita hvert hún fer og síðan Bjarni flutti til aftökunni í Kristiansand og það til reikningar sem ég birti líka yfir það kostaði nærri 700 ríkisdalir sem eins og verð á stórri jörð og alveg ótrúlegt hvernig stóð á þessu að því að hann alltaf var að kvarta undan því að líðurinn var að stela og kosta að halda öllum uppi sem var verið að taka til fanga og ég var nú með frekar stórt verkefni aftökur á Íslandi, það kemur þetta er allt almúa fólk alltaf. En já, þannig að og bókin skiptist í 3 hluta einmitt út frá þessu, þetta 20.000 og einn hluti sem Bjarni í skútunni. En ég ætla að segja það líka frá því að það líka til mjög uppgötvað nýtt bréf sem að séra Jóhann, sóknarprestur á Brjánslæk á Barðaströnd, hann var sem sagt með Hagakirkju og Brjánslækakirkju og bréf sem hann sendir Geir Vídalín, biskupi, þar sem hann segir Bjarni kom til mín, það segir eftir að það var hitt Bjarni og Bjarni vill fá athuga með hvort hann fái aflausn
og ég talaði nú við nokkra presta, meðal annars Kristján Wall Ingólfsson, að útskýra mig hvað þetta aflausn. Það þetta það að þetta bara nær til sálarinnar, ekki til líkamans, að hann að fá sem sagt aflausn af sálu sinni vegna þess að þeir sem voru teknir af lífi, að þeir máttu ekki, eins og hann sagði, kommunisera með kristnum mönnum, ekki eftir dauðan heldur, þannig að þeir ættu að grafast fyrir utan kirkjugarð og eftir aftökuna og þannig að þeir en þannig að Bjarni greinilega hittir séra Jóhann í Haga, en séra Jóhann frá Brjánslæk, og spyr hann að þessu og hvernig hann eigi að fara að þessu. Svo ég sagði þessu, að því að hann reynir þetta tvisvar, Bjarni, hann reynir tvisvar að flýja úr haldi og hann með boðið að komast í skip í Duggu, eins og voru nú margir sem gerði það nú á sínum tíma, dauðadæmdir og annað sem bara flúðu land og það tókst hjá mörgum. Bjarni afþakkar þetta alltaf. Og hann flýr bæði skipti við ómennskar aðstæður að mínu mati og mér túlkaði þetta svona svolítið þannig að hann hafi, þetta var það eina sem hann gat gert. Hann hlustar á, lesið þetta afrit yfir sér og hvert átt hann að leita? Til sýslumanns. Nei, það eina sem hann gat gert var að reyna að bjarga sálinni og hann í þessu sama bréfi þá segir séra Jóhann, að því ég sagði það Steinunn var barnstrendingur og hún var sóknarbarnið hans og hann segist bara beinlega, ég bara efast að Steinunn sé sek og það kemur fram þarna, þannig að hann efast og hann segir bara þessar játningar eru alls ekki trúanlegar og nema það að Bjarni, en Bjarni býður ekki búðan og hann reynir að flýja á Þorra frá Haga sem 31. janúar og bara við ómennskar aðstæður eins og ég segi og það veit alveg hvað hann faldi sig á leiðinni og eitthvað og hann að ná í messu fyrir sunnudag í Saurbæjarkirkju. Það var vegna þess. Og ég spurði nú sérstaklega að þessu að því Hagakirkja nú bara yfir hliðina á dýflissinu sko, þannig að hann varð að fá aflausnina fyrir fram með söfnuðu sínum í síðustu sókn. Það Saurbæjarsókn, þar á 7. Þannig að hann verður að fara í Saurbæjarkirkju og hann flýr með ómennskar aðstæður og hann það 2 bændur eða refstur og bóndi á Barðastunum sem hjálpa honum að fara Sigluneshlíðar. Og þeir síðan dæmt fyrir þetta því að Bjarni náði sín og hann nær að Móbergi á Rauðasandi. Nokkar dag á leiðinni, þeir láta hann fá nesti og það öllu líða. Þannig að mér finnst eins og þeir hafi nú treyst honum einhvern veginn að hjálpa honum þetta. En bóndinn á Móbergi segir til hans og hann þarna á messudagsmorgni sem að þeir koma og heyrða hann og taka hann og fara með hann aftur inn í Haga. Og síðan reynir hann aftur að flýja úr tukthúsinu. Það í Reykjavík, 1804, haustið 1804. Bjarni mátti ekki þræla, það voru allir að þræla, Bjarni var dauðadæmdur og það var bara skelfilegt að hann myndi deyja áður en þrælkun eða eitthvað. Þannig að hann mátti ekki gera, en hann stærra á vegginni í ykkur 2 ár og en svo þarna 3 fangar með honum og þeir ákvaða að flýja, sem sagt, og þeir gugna, þessi 3 sem eru með honum, en Bjarni fer og hann næst síðan, hann kemst upp í Stafholtstungur í Borgarfirði og tekinn þar og það gamall sveitungi sem er kennsla hann og segir til hans og bara mjög sorglegt líka og svo í yfirheyrslunni hann segir þetta, hann var á leiðinni vestur en hann yfirheyrður sem sagt og hann lýsir þessu, hann búinn að vera í fótajárnum og handajárnum í þessu ár og hann með miklum erfiðismunum kemst hann upp í Borgarfjörð. Hann liggur úti í mýrónum og við Reykjavík í viku af því að hann bara getur ekki gengið og það er bara mjög sorglegt að lesa þetta og ég var búinn að lesa sjúkraskýrslurnar og hann var búinn að vera veikur lengi en hann ætlar sér
í Saurbæ og mér finnst þetta bara mjög sorglegt. En ég einmitt að velta þessu fyrir mér, já, okkur var ekki að leyfa honum þá þetta bara í Hagakirkju og þurfti að hafa svona, þú veist, hvaða máli skiptir þetta, fáðu bara aflausnina þarna, en það ekki samkvæmt lögum, af því það var allir að fylgja lögum eða hitt og heldur. Og svo var ég eitthvað að spyrja þarna, fór ég að spyrja, mér fannst þetta nú svo fyndið því að vera að spyrja, ég ætla nú ekki að nefna öll nöfnin hérna. Kristján Valur Ingólfsson hjálpaði mér rosa mikið, séra hérna sem þið kannski viti hver er. En svo var aðri prestar, ég var ekki að segja, hvað, ég bara skil ekki, já, í Hagakirkju bara hérna. Já, en þú veist að það var vínskortur, allir þeir eru bara ekkert átt vín til þess að gefa um sakramentin og ég var til þess að bara, áttu þeir ekkert vín þetta? Nei, ég veit það var búið að drekka svolítið mikið af víni vegna þess að það var annað sem ég uppgötaði, hvernig yfirvöld láta, þið trúið þess ekki og það var svo auðvelt að draga fram þessa aumingja, af hverju erum við alltaf að skoða þessi skjöl sem eitthvað sannleik og ég tók bara eftir með kirkjubækurnar, það alltaf verið að tala um kirkjubækurnar, já þetta alveg hérna lýsinga aldafari og eitthvað og líka sóknum á tölun og eitthvað svona, svo fann ég allt í hennu, ég var að lesa hérna Odd Vítalyng sem var nú bara fyllir aftur, búin að láta sig í hvað á Patreksfirði og hérna bara settur af fyrir og hann liggur bara þarna í kofanum víst bara, já, kirkjubókinu. Vandaður sýslumaður Oddur Vídalín látinn úr tæringu og ég var með að segja, já, vandaður sýslumaður, einmitt og hérna svona er þetta allt og ég vildi bara eitthvað myndi fara að skoða þetta er alltaf yfirvöld að skrifa í þessa bækur og það var þannig að almúginn eins og Bjarni kunni ekki að skrifa og þeir mátti eiginlega ekki skrifa, það er svo mikið vald í því að skrifa. Og hérna, já, og þannig að allt þetta sem við erum að lesa sem skrifað sín yfirvalda og það líka búið að taka réttaskjöl og þetta gefin út eins og þetta sé alþýðmenning. Þetta bara ekkert alþýðmenning í mínum huga og það líka hérna, og Bjarni og Steinunn voru alltaf að standa sig og þau öll, það bara svo greinilegt. En þarna svo líka uppáskögn, það verið að nota þau einhvern veginn bara, sko, þetta reyndar breytist aðeins á 18. öld en á 19. öld en þarna til dæmis dagbækur, engar dagbækur til eftir almúgafólk, þetta allt svona skjöl og skrár eitthvað og þarna já, uppáskögn og það fyrir líka ógeðslítið þarna á mér að þegar ég sé þetta nota sem eitthvað svona þetta muni eftir að setja upp sýning á þjóðminni sem ég var nú svona leikslu að ég var alveg að fara yfir hérna en ég það var verið að tína saman hérna sjá þetta rusl sem fólk átti hérna nærbuxum með gati og það var hérna meira að segja að sýningin hét þetta og ég var að hugsa mér finnst það svo fáránlegt að kemur ykkur hérna yfirvöld og kíkir á eitthvað dót sem við fólk átti og finnst þetta bara að vera rusl en það ekkert endilega rusl og hvað rusl í eigum fólks, ég minna á kapitalismin ekkert komin þarna á þessum tíma og ég manna þetta með þessi afi minn, hann var nú 96 ára, hann notaði ekki sömu fötin alltaf ekki á hænunum bara í hátt í 100 ár, nei ég veit það ekki og það var ekkert verið að spá í þetta og ég horfði nú bara sjálf hérna á veski mitt, hérna töskunum mínu og já, handfangið nú hann rifi, hvað yfirvöld hafði sagt þessu? Það er bara eitthvað handónýtt rusl og þessi manneska, bara skiljið, ok, það er hægt að nota þetta en þetta samt ekki, hérna, já, skiljið hvað ég meina og þetta bara samið réttarskjöl og þetta allt bara, og það alltaf verið einhvern veginn að nota þetta sem einhvern sannleik, sem sagt. En ég að skilja, þetta alltaf mikið. Nei, bara það að ganga. Já, en ég hérna, já, nei, en þannig að það nú, og svo annað sem ég langar að, sem ég komst að, sem kom mér verulega óvart, að því eins og ég segi, ég að skoða Bjarna bara út frá honum og hvernig, og eins og ég segi, það var svo mikið til og gögnum og svo líka bara komast að ýmsu sem að ég hef verið alin upp við að heyra og þið hafið örugglega heyrt eða lært í Íslandssögunni eða eitthvað sem öll náttúrulega skrifið út frá þessum, þetta já, eins og ég segi, þetta kom mér óvart, að þá bara til dæmis eins og Eggert Ólafsson sem ýtti frá kaldri skor, þessi merki maður og hann, Bjarni svona 10 ára þegar bátur Eggerts ferst og hann þarna, það sko Björn í Sauðlauksdal sem fer með nú Bjarna, að hann, þetta Márans, ekki fyrir kannski og
og maður alltaf heyrt þetta, þau veitum, í skólaljóðunum og eitthvað alveg bara, og svo bara þegar ég fer að grúska í einhvern skjölum, þá finn ég að það var, hann sem sagt siglir frá Skor á Rauðasandi. Þetta 1870 munið, kannski betur þetta 1861, þetta eitthvað 1768 og þetta sem sagt, hann á leiðinni á Snæfellsnes og þar konan hans, hún Ingibjörg og hún sem sagt ólétt á hún og barni, þeirra fyrsta barni og vinnukona og einhver stúdíus þarna með, en ég kemst að því að það var fylgdabátur, vissu þið þetta? Var fylgdabátur sem sagði frá því hvað gerðist og ég var nú, af því eins og ég segi það bara talaði mann sem einhvern, það var náttúrulega mjög merkilegu maður og allt það, en bændurnir í Skor hefðu bara hreinlega sagt hann, þú siglir bara ekki, hann hlóa þeim og fannst þeir vera bara eitthvað aumingjar og eitthvað, en það segja það ekki beinlínis en það kemur nú svolítið fram hann í textanum, en ég nema það, en aðalástæðan var svo að Eggert Ólafsson, eins og sem margir að hans kynslóð, hann var búinn að vera á vatnir í Patreksfirði og drukkið þar ótæpilega og drukkið meira eftir að hann ætlaði að fara að sigla af stað. Og í einhverju svona fyllirísvesenni skilst mér það ákveðan að setja Ingibjörg í söðul borð í bátnum. Og svo er það að fara að sigla að þá fellur hún útbyrðis af söðlinum og Eggert reynir að grípa í hann á þá hvolfi sem sagt bátnum. Þetta var eitthvað, ég bara hafði aldrei heyrt eitthvað af einhverju svona skiljiði að þarna er einhvern veginn, já, nei, ekki tala um þetta. En svo líka bara eins og Skúli Magnússon. Ég bara ætlaði ekki að trúa þessu með þessar skýrslur úr tukthúsinu og ég læt nú Bjarna, hann í tukthúsinu í fyrsta hlutanum hann á flótta að reyna að ná sér í aflausn, í öðrum hluta hann í tukthúsinu og í síðasta í skútunni sem sagt, en þannig að ég læt hann tala við fullt af samföngum sínum sem ég finn, ég fann til dæmis bara það eru samfangar hans að Barðaströnd, bara bræður sem stálu sauði að hungri og þeir eru bara dánir innan árs og þannig þetta bara með mjög marga þarna. Nema það að þarna líka hinn frægi Arnes, hann í tukthúsinu þegar Bjarni þarna og hann sem sagt, það 1799 sem að hann dæmdur fyrir að hafa stolið peningum en það voru engin peningar horfnir og nema það hann samt dæmdur þessi frægi Íslendingur og hann dæmdur til að kakhýkjast, íðast myndi ég og hann brennimerktur á enni og svo hann ævi langa þrælkun og hann verður nú 92 ára gamall og hann eitthvað svona fertugt þegar hann kemur hann inn en nema það akkurat þetta leyti sem kóngurinn þannig kóngur ákveður að láta íslenska fanga þeir hefur flutti bara í förmum hérna til Danmerkur að byggja tukthúsi utan sig sjálfa sem þeir gera. Þeir byggðu tukthúsi, Arnes þar með og þegar það var búið þá byggðu dómkirkjuna og ég bara aldrei heyrt talað þetta að hún var byggð í þrælahaldi og líka það að Skúli Magnússon, landfógeti þá, að hann líka bara, hann að brjóta svo mikið af sér og hann til stál öllum tukthússjónum. Hann ávítti fyrir að stela tukthússjónum. Ekki var hann brennimerktur eða látin byggja dómkirkju eitthvað og hann var látin safna nautum fyrir nauðstadda í Skaftareldunum. Jú, hann safnaði en hann náði bara sjálfur og þetta bara allt svona og Arnes, ég veit ekki þetta nokkra hætta því að ég tími sé að renna frá mig því ég ætla að lesa líka aðeins Steinunni en ég bara get talið upp endalaust og þetta til skjöl af því að þetta og Skúli Magnússon ávíttur fyrir þetta allt. Hann átti jú Engakirkju Viði því hann sé Viðakirkju og hann var beðinn að lána eina klukkunni úr Engakirkjunni sinni í nýju dómkirkjuna. Nei, hann vildi það ekki og eitthvað. En já, ég ætla nú kannski bráðum ég þarf að lesa hana litla bút þannig ég missum alveg því. En þetta var eiginlega bara óbóðslega auðvelt. En ég nýbúin að finna bók sem skrifuð Arnes. Og hann þekkti Fjalla-Eyvind, það stendur nú í kirkjubók þegar hann deyr, 92 ára, að hann hafi þekkt Fjalla-Eyvind, mér fannst það nú frekar merkilegt.
En ég er nýbúin að finna þessa bók Arnes, þennan fræga fanga, að þar kemur fram með mig hann jarðaður í Fógetagarðinum, þið veit, í Reykjavík, þannig að hann var að grafa þar eitthvað, þannig að það kirkjugarðurinn. Nei, þið veit, það stytta af Skúla Magnúsinni ofan á Arnesi. Það er séð þetta, ég bara, gott, en eins og ég segi, þetta var eitthvað svo ótrúlega auðvelt að snúa þessari mynd við og þegar ég var að skrifa bókinu Bjarna, ég ætlaði að tala meira Gunnar, en það já, ýmislegt í þessu. Ég er alveg fínan tíma, allt í skoðu. Já, ég veit ekki hvort ekki var neyksleikum meira. En þið kannski líka vilja spyrja eitthvað í lokin og eitthvað svona, en til dæmis eins og ég fór að skoða, Steinunn eignaði 7 börn og öll lifðu fullorðin. Bjarni eignaðist 5 börn með þau áttu 1 saman og hann missti bara 1. Því það er alltaf verið að tala sko, að eigi bara þetta aumingjaskap og fólk hafi verið, þið vitið, þið hafi ekki heyrt þetta, engin matur og eitthvað, en það var alveg fugl og egg og alls konar en aftur á mótið varð ég vör við fullt af bara yfirvaldi, Klausturaldarinn á Þingeyrum sem hann var afi hans Odds Vídalíns hann bara dó úr offitu, þið vitið, og þannig að það má aðeins fara að snúa því að ofgnótt verri en skortur, getur verið það. Og hann sér dó af því að hann var að reyna að berja vinnukonu með reyðpriki og hann datt í gólfið. En ég meina það bara alveg endalaust til af einhverju svona sem var hægt að nota en óbúslega sorglegt að lesa til dæmis þessa fanga. Ég flettiði með öllum upp En ég ætla nú bara að fara að æta samt og þið viljið kannski spyrja og lesa þennan kafla Steinunni Ég var nú Það ekki segja frá nýju uppgötvunni? Jú, gleymdi henni. Ég er búin að tala svo mikið, eins gott ég sagði þér hana. Nýju vendingarnar, já, fyrirgeðu, ég bara missa mig í þessu talum yfir. Ok, þið verður bara að sitja hérna fram kvöld. Nei, þetta mjög stutt. Málið það að, eins og ég sagði, það var engin rannsókn á þessu máli. Bara Bjarni handtekinn og Steinunn dæmd til dauða fyrir þetta morð sem enginn veit hvort var frammi og ég hef verið að velta þessu fyrir mér. En svo fór ég að tala við rauðsendinga þegar ég var að skrifa bókina og að ég sagði að hann líkir finnst sjórekið á Bjarnanesinu. Það finnst Bæjarvaðallinn og svo Bjarnanesi þarna fyrir ofan. Og þeir segja við mig, þessi 3 sem ég töluði við, þess að Steinunn, þú veist að það rekur aldrei neitt þarna upp á Bjarnanesi. Og ég var, já, að ég bý nú við Hagavaðal og það eins, það rekur aldrei spýtan af því að það rif fyrir framan, það svona sandrif fyrir framan vaðalinn og þannig að lokar, þetta við Haukabergsvæli, það með þess að ganga þar yfir og Bjarni fóru þarna á flóttanum og það rekur ekkert þarna. Já, ok, og svo þannig að ég að velta fyrir býtu, hvernig stendur á því líka að það líkið þarna á götunni á messudegi og það finnst sem sagt hálfu ári eftir hann týndist. 1. apríl og þess að 1. október eða 30. Já, þarna í loku. Og þarna að það finnst á götunni á messudegi rétt við Saurbæ. Já, þetta eitthvað voða skrítið, þannig að þetta hver fór með líkið þangað, ekki var það Bjarni. Og það ekkert sem bendir til þess að hann hafi verið drepinn eða eitthvað þannig, en svo var það líka annað sem þeir segðu mér, já, finnst þér ekki líka skrítið að sé lík sjórekið eftir hálft ár í sjónum? Og ég bara, já, það ekkert lík þá. Og mér skilst að rækjur og marflæði bara éti líkin upp bara á sólarhringjafni. Og þegar voru að segja bara kópar og eitthvað svona sem að stranda þarna á rifinu, fyrir framan, þeir eru bara einmitt horfnir, sko. Og þannig að það var að segja, já, býttu, en hvað? Svo var eitthvað að segja, já, Bjarni segist að falið í skafli og alls konar eitthvað og ég fer að velta þessu fyrir mér og þarna líka hvað alveg í gangi. Og svo þegar ég fer að lesa þetta lýsing á sko nákvæmlega líkinu, en það sem það vantar á hann hendur og tær. Og ég sagði, það eins og hann hafi lifað á kalið, þið veitir, hvað það sem dettur nú fyrst af og eitthvað svona, það ef fólk kýlur þá hendur
og tær og eitthvað svona sko, en ég já, þannig að þetta bara eitthvað óleyst morðgáta og var morð framið og hver gerði það þá og hvernig stendur á þessu öllu, en já, nú kem ég að þessum punkti, nýja vendipunkti, en það það, ég var í Stykkishólmi síðustu helgi og það var svona morðhelgi, en nú ekki, þó ég hafi verið að skrifa þessa bók og það var eitthvað, en mjög fróðlegt, mikið nördasamfélag sem að ég alveg hugsaði, en ég ekki alveg þarna, en þannig að ég ákvað að hafa minn fyrirlestur af því að þarna voru einhverju fleiri sem voru að lesa ykkur á morðgátur og alls konar, og þannig að ég ákvað að hafa það þannig að gefa fólki vísbendingar og þeir áttu að segja mér, var einhver drepinn á 7. og ef það var, hver var morðinginn? Og fólk átti bara að leysa þetta, það fekk bara pappír og penna og svo verðlaun og eitthvað þarna og ég var með spyrð, veist þú það? Ég sagði nei, ég bara, við hefum ekki hugmynd og eitthvað. En síðan segir allt í einu, heyrðu, hvernig var þetta Jón? Vegna þess að hvernig vissur þetta væri Jón? Og þannig að og ég sagði það var af því að hann var í skyrtu með silfurhnöppum og Gunnar Gunnarsson tala nú þessa hnappa, þetta tré og svo svona víravirki úr silfri og gildir líka og þetta tala Gunnar og þetta í réttarskjölunum og það mikið verið að tala þessa silfurhnappa og hann sagði nei, hann var í skyrtunni með silfurhnöppunum og þá segir Gunnar, byrju var hann bara prúðbúinn í fjósverkunum? Hann var bara, ég kíkti á uppáhaldsgögnin, hann átti föt til skiptana, hann átti hversdagshöfn heima. Hann hefur verið að fara eitthvað allt annað en inn í skóla. Þannig að ég allt í einu bara samfærð það að enginn hafi verið drepinn. Það nú fyrst hugsaði ég, hann var að fara til Pressins í Sauðlauksdal. Þá þarf þetta að fara Skersfjallið og þá ferðu upp Bjarngötudalinn, ég veit ekki hversu vel þið þekkja þarna til, upp Bjarngötudalinn og það Bjarngötugil og yfir í Sauðlauksdal. Og þetta 1. apríl sem hann hverfur og enginn veit hvað var það af honum, en Bjarni greinilega bara látinn segja að hann kannski sagði Jón, ég að fara út í skóla, en hann var búinn að vera að kvarta undan þeim og hann var búinn að fara á bæina og ég held hreinlega núna að hann hafi verið á leiðinni yfir í Sauðlauksdal að tala við prestinn út af ástandinu á heimilinu. Og ég talaði nú bara aftur fyrir auðsendinga sem við þekkja nú þarna Hvert Stein og allt þetta og þeir sagðu bara, fannst þetta svo bara auðvitað og hann hefur farið upp Bjarngötudalinn og gilið þar og það eins og ég sagði áðan það var mjög harður vetur og stóð langt fram á sumar og hann hefur bara hreinlega orðið úti þarna í gilinu og enginn skoðaði þetta, það spáði enginn í þetta og hann getur bara legið þarna í skafli upp á heiðinni í þarna gilinu, frekar ofarlega og síðan bara með haust, síðan sumars skolað niður Bjarngötudals ána sem liggur þarna og ég verið að hugsa betur þetta vegna þess að það var nú þannig að afi Steinunar sem bjó hérna á Barðaströnd og hann var nú sagður fjölkunnugur og vakti upp drauginn rassbelting og sem það ennþá náttúrulega en hann var maður sem hét Árni Blóti, hann bjó í Skálmadal í Gufudalssveit og en einu sinni kom að brennivínsskúta við sögu. Hann ætlaði sem sagt yfir Þingmannaheiði, ég veit ekki hvort þetta ekki til þarna, yfir Þingmannaheiðina að Haga færa sýslumanni brennivínsskúta og þetta á jólunum. Ég held þetta sé 1755, þessi maður var til og allt það, en hann kemur sem sagt skila sér ekki á heiðinni. Og nema það, síðan sumars skilar einmitt Kjálkafjarðaráin líkinu niður í Kjálkafjörð. Og þetta bara eitthvað, ég fór alltaf að hugsa þetta, já, þetta hægt. Og nú ég alveg búið með allt saman, en á ég að lesa hennan stutta kafla eða? Já. Já, þið getur þá bara fyrir kringum kaffi, þetta hann alveg, hann ekki langur. Svo verður hann að vera glæsmeiri út í eitthvað? Já, bókin hérna, en það þannig að, já eins og ég sagði, ég notaði fornleifarnar og allt þetta, allt sem ég hafði til þess að skrifa þessu sögu. Og auðvitað notaði ég skjöl, en ég notaði líka, og það var þannig þegar Steinunn
dó og að þá í tukthúsinu að þá fangarnir átt að grafa aðra fanga og smíða kistur og allt það var gert fyrir hana og svo var, hún er svona cirka, hún var disjuð cirka, hún dó, ég veit verið eftir að hún dó, hún var ekki tekin að lífi en samt var hún disjuð og en þetta var svona cirka þessum lífsgata 8 og þetta er 1805 og hérna þegar er verið að stækka og byggja göturnar hérna já, 1915 að þá kemur upp þetta við hvað að gera við dísinanna steinum hérna og endanum eftir mikið ótrúlegt vesen að þá fæst leyfi til að flytja í Hólavallakirkjugarð og þá máttu engin yfirsöngur vera, biskupar á móti þessu og ég veit ekki hvað og hvað, hún mátti bara ekki vera það en hún fór þangað og ég tók nú einmitt eftir því að Matthías Þórðarsson þjóðminjavörður sem að grefur upp kistuna og mjög vandaður uppgreftur og lýsir kistunni og það er kaflinn fjallar það sem ég ætla að lesa og hann er ekki langur, þetta er bara bútur og þá sé ég með þetta að hauskúpan hefur sögu í tvennt en hún var sem sagt krufin og það var þá sem ég spurði mannabeinafræðing sem ég hef verið að vinna mikið hjá mér og hann sagði að þetta er bara eftir krufningu og svo finn ég þessa krufningaskýrslu og þannig að það var en já, þetta er sem sagt Steinunn er dáin og ég ætla að lesa aðeins núna hérna þessi kafli heitir Svar þess sem huggar núna áðan var mér tjáð að herlæknirinn kýrúrginn hann doktor Klúk hafi sagað hausinn á henni Steinunni minni í sálu í tvennt já, læknaneminn Ólafur Loftsson aðstoðaði hann er víst að læra þessi fræði. Mér þykir það líklegt að tukthúslimirnir hafi nú haldið svona á sauginn. Sagað hausinn á henni í sundur. Kýrúrginn vinnuvalla svoleiðisverk hér. Látum það vera. Að minnsta kosti vildi doktor Klúk skoða hvað gekk á í kollinum hjá Steinunni. Úr hverju hún eiginlega dó. Það var eitthvað. Ég ætlaði móski einnig að fá svar við óhæfuverkunum. Já, sem sé morðunum og vanvirðingunni sem við bæði voru sökuð að sýnt mökum okkar sálugu, Jónu og Guðrúnu. Vestur á 7. Bræður mínir, lofa mér að útlista þetta betur, að hann hafi viljað skoða hvað gekk á í sálarlífið hennar vegna skammarlegs lostalífernis okkar beggja mín og Steinunnar. Nú eða hvernig hún brást við fyrirætlum aftöku í Kristiansand, að loksins væri komið að henni í útlöndum. Er ég að endurtaka mig? Æ, hjálpi mér almættið. Nú eftir krufninguna var hún Steinunn mín elskuleg kösuð hérna í holtinu og skammt á við tukthúsið. Fangarnir, vini mínir, báru hana þangað, skiljiði, það er hlut á straffinu, ekki ég samt, ég er lífsfangi, þarf alla minna á það, en mér verður straffa með lífinu, skiljiði, ekki þrælkun, þannig er dómurinn. Það væri agalegt að ég dræpist nú þrælkun á hana að aftökunni kæmi, hvað myndi yfirvaldi gera þá? Það er önnur saga. Á þessu augnabliti veit ég eigi hvaða tukthúslimur smíðaði kistuna utan líkið. Einföld smíð hefur það verið, þykist ég vita, búið að kvarta undan ofnotkun á timbri að allar þessar fangakistur þegar tukthúslimirnir hrynja bókstaflega niður, dauðir eins og flugur. Þeir hefðu getað látið mig bera henni smíða kistuna, hefðu viljað hjálpa til. Þegar ég spurði einlæglega hvernig var nú svona búið hana Steinunni mín í kistunni, var mér sagt að hún hefði haldið rauða sakramentisklútinn sinn, þið vitið, þennan með hvítu teinunum sem hún erfði eftir Jónvísalinginn. Mér fannst það síðan huggun harmi gegn þegar að útskýrt var fyrir mér að útbúin hefði verið eins konar dýna í botni kistunar úr njóla sem vex þarna í holtinu og já með upphækkun undir höfðinu sem þó var í 2 pörtum eftir að kýrúrginn sagaði það í tvennt. Verra þótti mér að engin húskeðja var haldin þetta í tukthúsinu, ekki heldur sungið yfir henni, blessuninni út á holtinu. Ég var samt að treysta á þessa frás og kunningjamenna hér í þrælakistunni til þess að vera fullvissum að hefði verið vel búið hann í hinsta sinni. Hún Steinunn elskulega átti það skili, 7 barna móðurinn, dóttir meðhjálparans á Grænhól, vestur á Barðastað. Má ég bæta því við, varðandi smáatriði málsins, að tukthúslimirnir, kunningjar okkar Steinunnar, hér við Arnarhól, hraukuðu víst haug af steinum yfir dysinni, hennar þarna út í holtinu. Ekki nóg með það, skildurækni einni saman, köstuðu þeir einni lausum steinum í dysina eins og allir vegfarendur að gera. Já, tukthúslimirnir vildi ekki vera með uppsteyt, fyrir það þeim refsað.
Eigi veit ég samt nákvæmlega hvar í holtinu hún Steinunni mín var kösuð, en sagt var að stjakinn sem yfirvaldi fyrirskipað höfuð hennar yrði fest á eftir aftökuna hefði verið settur í dysina. Já, ofan á allt saman, kistuna, njól með njólanum, líkinu og sakramentiskrútnum undir grútinu og mölinni, lögður sem sett stjaka. Sögðu tuktuslimirnir sjálfur, úr tré eins og kistan sjálf, tréstaur skiljiði, eins og broddstafir þeir sem notaðir til að komast á hlíðarnar, skorar og Siglunes hlíðar. Já, á ég að lesa meira, viljiði að ég hætti það. Þetta er nefnilega allt upp úr uppgrættaskýrslunni, en já. Stjakinn, það er nefnilega það, tréstaurinn, hann var nefnilega tilbúin undir hausinn af henni Steinunni minni. Segiði mér, jafnvel þó böðull okkar væri í fundin, en hefði verið leitað sýslu úr sýslu, var stjakinn þá klár. Máski áður en hún Steinunni mín sjálf gaf upp öndina. Þetta hlýtur að vera lygi. En segðu mér, þú sem allt veist og huggar, hvernig stendur á því að hún Steinunni mín fékk ekki að hvíla í víðri mold? Var nú svona kösuð hér í holtinu utangars. Það sem ég á við er að samkvæmt dómnum átti hún að missa höfuðið og síðan uppsetjast á stjaka en kroppurinn grafast á aftökustæðnum. Sko, aftökustæðnum sjálfum. Bræður mínir, skiljiði þetta ekki. Hún var nefnilega svo lánsson að deyja áður en aftaka fór fram. Áður en höfuðið var höggvað að búknum. Er tukthúsið þá aftökustæðurinn? Þrælakistan. Var hún örugglega dauð þegar hausinn var sagaður í tvennt? Andskotin hafið það. Kallast það ekki eðlilegu dauðdagi þegar sálin fer sjálfkrafa á kroppnum. Steinunn var sannkristin kona, skírð og fernd í söfnuð þinn í brjálsleggjasótt. Ég veit ekki betur. Ótætisbull. Sparaðist einnig hellingspeningur þar að engin aftaka fór fram. Er það ekki? Engin böðullin, bara ónýtt og léleg kista sem tukthúslimirnir smíðuðu og grófu í holtið. Ég er alveg ringlaður. Það er ju aðeins þau sem missa lífið með aftöku að hendi yfirvaldsins, já eins og ég mun gera, eða fyrir eigin hendi, sem enda utan kirkjugarðs. Sálin fer til helvítis, já ef aflaust fæst ekki fyrir dauðan, svoleiðis er það. Við síra Jóhann töluðum ju þetta vestur í Haga. Æ, hver veit nema ég verði jafn lánsomur Steinunni mín að deyja áður en þið náðu að drepa með níðingarnir ykkar, taka mig á lífi, áður en skútan leggur og höfn áleiðist til Kristjánssand. Að ég verði bara eftir allt saman kasaður hérna á Skólavörðuholtinu, Seltjarnarnesþingi við hliðina á henni Steinunni. Hvað sagði aftur Vídalín í postullinu sinni? Ekki eru allir þeir fullkristnir sem opinberlegur skírðir heldur þeir sem fyrir skírnina eru með Krist og greftaraðir til dauðans og lifa í endurnýjun lífdagana. Látum það eiga sig. Já, viljið þið vita af hverju kýrurginn komst þegar hann krukkaði heilan á henni Steinunni minni? Já, og í magan. Jú, hún dór harmi þegar hún heyrði hvar hún skyldi loksins straffast og að hún skyldi grafast á fjarlægri strönd í útlöndum. Æðarnar í höfðinu sprungu. Maginn var raunar einnig tómur, sagði sjálfur kýrúrginn. Aldeilis kom mér það ekki á óvart. Ég hefði getað sagt kýrúrgnum þetta sjálfur. Að minnstakosti hefði ég ekki þurft að saga hausinn á henni í tvennt til að komast að þessum dauðdaga orsökuðum að yfirvaldinu og kunginu. Þá ætla ég að enda þetta. Gæti tala erlanda, en ég bara takk fyrir að hlusta. Já, það er ekki einhverja spurningar á mönnum. Já, ég meina. Ég langar að vita hérna, þeir voru að tala hún hefur verið heilsuð. Já. Var vel haldið utan skráningar á fólki sem var raunverulega utan Já, það er bara í kirkjubókum líka. Og það kemur alveg fram hvar. Það er enda kirkjubækur og það er mikil göt í að það vantar fullt af kirkjubókum en það er Seltjarnarnesþingið er alveg til og það eru fleiri fangar þarna og fangar sem eru disjaðir deyja í tukthúsinu og eru skráðir í kirkjubók og já, en eins og segja, já, þannig að mér langar nú samt að nefna hérna líka í þessu samhengi með að því ég tók eftir að því ég var að fara yfir þetta hvað fangar eru að deyja eins og þessir bræður á Barðaströnd og svo var líka kona frá Sjöundá sem að var dæmd til dauða og hún er þarna 1771 og hún deyr mitt í hérna innréttingunum að það hefur alltaf verið talað innréttingarna hjá Skúla Magnúsinni eins og þetta var eitthvað rosa framfara eitthvað, nei,
það var þrælahald. Þetta var sem sagt þangandi þræluðu þar og hún deyr þar. Og þetta stendur í kirkjubókinu með þessu. Hann bara þótti sjálfsagt að hún væri að það. Ástæð? Já, ég með þessi tvær spurningar. Til í þessum gögnum komu nokkuð kröfningarskýrslur yfir Jón og hins vegar Guðrún Kristjánsdóttur? Nei, það ekki til eina kröfningarskýrslur, það til lýsingar á líkonum sem að þessi bændur þarna Rauðasandi þau eru skoðuð sem sagt líkir, þetta sömu sem skoðuð í bæði skiptin. Þannig að til svona lýsingar og það var þarna, var árið 2022, þá voru réttarhöld haldin í Patreksfirði, þar sem sagt þetta var endurtekið og það svo merkilegt, það tvær ættir á Rauðasandi, ég var nú að tala því Ólmunum og þetta alveg satt, það tvær ættir á Rauðasandi, Afkomendur Steinunnar, Afkomendur Guðrúnar sem hatast. Og það var einmitt þannig, og þessu skrítið, þið ennþá í þessu, að það var einmitt Afkomendur Guðrúnar sem stóð fyrir þessum réttarhöldum og ég veit ekki hvort eitthvað ykkar var þar en það var nú alveg bara allir lögfræðingar landsins mættir vestur á Patreksfjörð. Ég mætti ekki, ég var nú inn á barðastund því að ég bara gat ekki hugsa mér að fara að hlusta á þetta aftur hérna og það var, afritið var notað sem grunnu og þessi maður, hann sem alveg bara hatast út í hinættina, þeir hafðu byggt upp leiði Steinunnar í Ólafsvallakirkjugörðum og það bara hann var brjálaður og stendur fyrir þessum réttarhöldum, þetta var verið sem umboðsmaður Alþingis og ég veit ekki hver, ég bara allir hérna. Og þau eru dæmd til dauða aftur og það viðtal í blöðunum, hann segir já þetta var eins og við hefði verið sagt. Bjarni og Steinunn drápu þau með köldu blóðu og ég sagði já ok, þið komist bara því og eitthvað. Og ég enda vissi ekkert, þá var ég ekki byrjað, þetta 22, þá var ég nú byrjað að skrifa bókina en ekki svona farin að komast að neinu sérstöku þannig og nema það, þegar ég skrifa bókina þá var ég að lesa þetta, réttarskjölin og Patreksfjörð 2022, merkilegt þar, af því þar réttarminnalæknir og það réttar sálfræðingur sem að þið veitir svona að kanna sannindi í játningum, þið veitir, ég man ekki hvað hann heitir og ekki hvað læknir en þessar skýrslur á netinu. Nei, þetta bara nákvæmlega ekki það sem við komist að. Þessi réttarminnalæknir kemst að því að það sé ekki hægt að dæma neitt út frá líkinu og þessi hóla sem sögð vera eftir broddstafinn hjá Bjarna, þetta bara típik svona einhver rotnunar hóla. Það segja það og réttarsálfræðingur segir þetta falskar játningar. Það ekki, fyrir utan það brotið á þeim að því leitinu sem að finnur að einhverju lögfræðingar sem benda á bara að Steinunn og Bjarni þau voru með sama verjandan sem líka bara brot á lögum að því að hver og einn rétt á verjanda og þessum tíma líka. Já. Þannig að þessi skjöl eru til og einmitt búið að fara yfir að það sé ekkert hægt að dæma út frá þessum þessari líkskoðun sem að gera á báðum. Já, Stefán hérna. Það var stóð með aðra? Nei, já. Nei, það var hérna, Stefán hérna. Já. Takk fyrir Steinunn. Fyrir ekki að styttast í það sem ég hef verið að bíða eftir lengi. Já. Að einhver sagnfræðingur skrifi áfengisbölið sem að þjóðin... Vínskortin. Já. Nei. Já. Áfengisbölið. Já. Sem að þjóðin fekk að sitja undir hjá öllum embættismönnum. Að hverjum á fætur öðrum, ef maður lesi eitthvað það, þá oftir ekki að það sem einkennir þá allar. Já. Alveg, það var alveg sama hvað, eins og ég sagði, ég bara taldi ekki upp nema helmingin af þessu. Það ekki að styttast í því að einhver bara gerir úr þessu. Já, það einhver annari sagnfræðingur þá, ég veit það ekki. En, já. Svo bókar þetta var ekki á leiðinni? Nei, hún var ekki á leiðinni. En næst í sumar þá ætla ég nú að fara ykkur Bjargötugilið og gafnast ég sé tær og hendur og jafnvel silfurnand. En já, en það var aldeilis að fara að taka þess þessa sín líka. Og eins og ég segi, mér finnst bara þú veist, Bjarni og Steinunn með sína fjölskyldur eru flytjandi þarna á milli staða, eru bara að standa sig, það allt bara eitthvað, og en yfirveldi ekki að standa sig, í alveg, og þarna að það með drykjan alveg rosalega, ég bara fann, ég meina presturinn sem voru undan Jóni, nei það var nú Björn í Söðurstað, ég meina hvað heitum Guðrún Eggertsdóttir sem átti allt og veitir þarna á Rauðarsandi, hún átti bara allan Rauðarsandi og hún var alveg svakaleg, annar prestur sem var þarna líka, hann bara dó á mjútstefinni því hann
drakk svo mikið og fylgdamaðurinn sagði blá guð var staðið út úr honum og ég bara, eins og segja, mætti tína þetta allt saman og Já, Sveit það? Þakka þér fyrir Steinar, þetta er alveg frábært fyrst mér og ungur las ég Svart fugl og svo hefur maður farið þarna og gengið í skor og rifjað upp þetta. En eins og þetta er þér hugleikið að þá kemur í hugan þjóðsagan Matti á Garðafirði. Og hver sannleiks forsenda þess og hægt að rekja það í einhverjum svona gögnum eins og þú ert að vísa til? Þetta á að hafa gert það á, kannski vantar eitthvað fyrir. Já, það er nefnilega ekki alltaf til ritað heimildir þetta, en ég hef tilhneigingu til þess að trúa svona, að það sé sannleiks, eitthvað sannleikur fyrir öllu svona, og fundust bein hérna og við vitum alveg að var verið að taka fólk af lífi á þessum tíma og allt það, og að það væri bara fróðlegt að skoða þetta betur og að hverju fólk kemst og þetta er eins og með bókinu Bjarni. Ég bara bjóst ekki við að komast að svona miklu, hvað var mikið til, en það er alltaf verið að segja einhvern veginn að við ekki nota þjóðsögur og ekki svona frásagnir þessu ekki sannar, svo bara eru lygi í þessum rituðu heimildum, svo er það bara uppfyllar af lygi og þannig að ég held að vera bara að meta það alltaf og eins og ég hef verið að nota þjóðsögur alveg hiklaust og eins og með raspelting og fleiri þarna og þetta hefur verið alveg raunverulegt fyrir fólki eins og annað. Hallgrímur? Steinunn, ég vil þakka þér fyrir. En hvað var það barninu sem þið áttu saman, Steinunn? Þau spjöruðu sig öll. Hann var kallaður Sýslujón, hann var settur á sýsluna. Börnin urðu öll ómaga á sinni sveit, þannig að börn Steinunnar þar sem hún átti fyrir, 6 börn með Jóni, þau fóru öll að bara barðastrundina og þetta er stór ættbúi og þau spjöruðu sig öll, hann alltaf að tala annað en ok. Og Sýslujón eins og hann var kallaður, en það var þannig að þegar þessir bræður sem voru frá Kross á barðastrund eru sem stela sauð, greinilega hungrið og eru sendir og mamma þeirra og fóreldrarnir og allt gengið frá Krossi og þau deyja þar og þau áttu börn. Og þau fóru á hreppinn og þetta sama tíma á Bjarni og Steinunn og Jón, barnið þeirra. Og bara hreppurinn neitaði að taka við svona mikið ómöguleikur og þess vegna var hann settur á sýsluna. Og hann er lengi í Hagum, hann Jón Bjarnason. Og hann, var fullorðinn og allt það En Bjarni misti mjög sorglegt, hann var ekki alveg, Gunnar skáldar aðeins inn í sambandi við börnin. Það er greint að Bjarni og Guðrún missa eitt barnin á Barðaströnd. Guðrún, en þau eiga sem 3 börn sem eru á 7. ár en þau eru sett sem sagt þegar Bjarni er tekinn þá eru þau sett til Maddu Arnfríðar í Saurbæ þar eru þau voru, og elsta barnið hans, hún er eitthvað svona 12 ára held ég þá að hún sem sagt reynir að fara yfir Vaðalinn og komast heim og svimta og drukknar í Vaðalinn þannig mistu þau þetta sínum, en annars komist allir vel af og ég hef búin að hitta svolítið marga af þessum ættingjum Steinunnar og afkomendur sem ég vissi ekki, og bara óbúslega gaman að hitta þetta fólk. Þú með hvað annars, Þorsteinn? En það var sambandi við Guðrúnu komin hérna að henni lýst í Svartfugli sem hún hafi verið mjög heilsutæk og sífellt hóstandi. Ég hef svona verið með berkla ef það er að finna með lýsingarnar